Og þá komið að 15. liða á dagskrá gisting í íbúðasvæðum, rammaskipulag, til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var 3. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 12. desember síðastliðnum. Lagt var fram á fundi skipulagsráðs 12. desember minnisblað sviðsstjóra skipulagssviðs þar sem framkoma tillögur að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 varðandi rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðarsvæðum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkt verði breyting á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 sem felur í sér að heimilt verði að endurnýja leyfi gististaða á íbúðarsvæðum sem hafa verið með gilt rekstrarleyfi til þessa. Miðast slík endurnýjun við að umfang starfseminnar aukist ekki frá því sem verið hefur. Að mati skipulagsráðs þessi breyting óveruleg samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga þar sem eingöngu verið að heimila áfram núverandi landnotkun og hefur hún því ekki mikil áhrif á einstaka aðila eða stór svæði. Jafnframt felur skipulagsráð sviðsstjóra skipulagssviðs að vinna áfram að frekari endurskoðun rekstrarleyfisskyldrar gistingar á íbúðarsvæðum á Akureyri. Takk. Það Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna að þetta mál sé komið hér á dagskrá og nauðsynlegt að endurnýja þessi leyfi við þessa rekstraraðila sem eru búin að vera leyfislausir í einhver tíma vegna þess að það tóku lög sem að heimiluðu ekki þessa starfsemi á þessum svæðum og þarna eru dæmi að hafi verið rekstur í 20-30 ár sem að voru allt í einu orðin leyfislaus. Þannig að ég fagna því að við samþykkjum þetta en jafnframt skipulagsstjóra falið sviðsstjóra skipulagssviðs falið að koma með úrlausnir á þessu. Mér finnst mjög mikilvægt að við vöndum okkur í þessum efnum því að þetta hefur verið ákveðið vandamál á höfuðborgarsvæðinu, umferð ferðamanna í leiguíbúðum og allt þetta. Og það svona spurning hversu mikið við að leyfa og allt það. Ég náttúrulega þeirra skoðunar að það leyfa allt og við bara að ráða þessu sjálf og íbúar bara að ráða þessu sjálfur og svo fer bara allt í vilsu. En það ekki hægt. Við verðum að hafa eitthvað kontroll á þessu og ég hef svona lagt til og verið að reyna að koma því að neðri brekkan og eyrin verði svona frekar opnari fyrir þessu heldur en önnur svæði. Þó svo að mér finnst ekki hægt að útiloka það ef að menn eiga heilu blokkirnar í einhverju hverfi að þeir megi reka þetta svona. Þannig að þú veist, mér finnst svona verða að fara svolítið eftir hverju aðstæður eru, hvort þetta ein íbúð í blokk skilur það sem er í óþökk við alla íbúðana eða hvort það sami eigandi sem á allt húsið og að reka það sem slíkt. Og eins sem sagt ég að hugsa þetta svolítið lengra og varðandi eyrina að hún byggist of hægt upp finnst okkur og við erum ekki að fá börn í skóla og við erum með skóla sem er ekki nægilega vel nýttur þarna og við erum svona að horfa til þess að byggja upp þetta svæði. Ein leiðin með að byggja upp þetta svæði það að leyfa rekstraraðilum að endurnýja hús þarna, koma þeim í Airbnb rekstur eftir ákveðum ár þegar þeir hafa fengið x mikið út úr sinni fasteign eru þeir alveg vísi með að þegar hafa resi 2-3 hótel og við erum komið með eðlilegt ástand í gistingu að þá verða þessi hús til sölu, uppgerð og klár og þá tækifæri fyrir yngra fólk með börn að flytja á eyrina. Og eyrin svolítið svona vannýtt tækifæri finnst mér, þetta kjörið fyrir ungt fólk sem að kýs bíllausan lífstíl. Þarna ekkert vandamál. Þetta einnig kjörið fyrir eldra fólk sem vil geta labbað úti allan ársins hring. Þarna snjóléttara heldur en á brekkunu og í þorpinu. Þannig að ég held að við verðum að skoða þetta mál vandlega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Til næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég vissi svo sem ekkert að við varum að fara að ræða svona einhverjum útfærslur og hugmyndir en ég fagna því einmitt líka að þetta sé komið til einhverja tímabundina afgreiðslu þannig að fólk geti fengið áfram rekstrarleyfi fyrir starfsemi sem þetta er staðar en ég get bara ekki setja á mér að því að bæjarfulltrúi Þórhallur kom og fór að lýsa sinni framtíðarsýn að þetta er nefnilega og að því að bæjarfulltrúin byrjaði á því að ræða aðeins vandamál sem að hafa orðið í Reykjavík akkurat vegna sömu mála þá á ég pínu erfitt með að skilja þessa framtíðarsýn sem er byggð í raun og veru á sömu leið og hefur verið farið í Reykjavík sem er að leyfa þetta í miklu mæli á afmörkuðu svæði. Þannig að ef við ætlum að forðast þessi vandamál sem að eigast í Reykjavík þá ættum við kannski ekki að fara sömu leið og Reykjavíkingar. Bara pæling og mér finnst líka vanta og það auðvitað kemur væntanlega í seinni umræðu það sem að snýst raunverulega stefnumörkun í þessum máli vegna þess að það þarf að ræða þetta með rökum. Það er ekkert sem bendir til þess að fólk fjárfesti í Airbnb íbúðum og gera upp og selji það síðan. Mér finnst bara að það vantar bara algjörlega rökstuðning af því að það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Þórhallur segir, það vantar við eigum góðan skóla og þetta er gott hverfi en einmitt þetta er minnsti skólinn okkar og ekki nógu vel nýttur kannski að þá eigum við auðvitað að reyna að fjölga íbúum og ég sé ekki af hverju við ættum að gera og ég sé enga ástæði fyrir að við ættum að gera sum hverfi leyfa meira í sumum hverfum en öðrum en ég er alveg hjartanlega sammálaði að auðvitað íbúarnir að fá að ráða þessu svolítið og ég held að væri mikilvægt að fólk sagti þegar fólk sækir að leigja út íbúarnir sínur á Airbnb þá fara það í einhvers konar nágranna kynningu og það fá bara samþykki fyrir því en við höfum eftir að ræða þessar útfærslu ég bara var svo hissa á því að svona þessar skoðanir sem að verða bara gaman að rökræða þegar að því kemur þannig ég vildi bara svona að þetta er flókið mál sem að við höfum eftir að ræða betur. Og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvart sér hljóðs þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefið merki. Það eru 11 takk fyrir.